Herru, velkomin í viku 3. Afsakið. Já. Nefnum að segja hérna að PDF-skjali sem hann hefur í hendurnar sé ekki með 3. kaflan. Einhver sem ekki með 3. kafla í bókinni hjá sér? Ok. Ertu búin að prófa að downloada PDF-ið aftur? Prófa það endilega. Getur verið að sé einhver bilun. Ef ekki getur bara að senda með tölvupóst. Ég skal bara senda það á þig aftur. Já, ég var aðeins að tala við nemendur rétt í þessu ári ég byrjaði að taka upp varðandi verkefni, labverkefni. Netpróf 3 komið í loftið ekki? Ekki búin að skoða með 3? Weekly Online Free. Ok, ég bara minn ykkur á, prófið lokar á sunnudegi. Ég búin að vera að fá svona posta frá hinum og þessum og ég til að vera óskup eðlilegt að menn gleymi að skila þessu netprófi. Það fór oft fram hjá mér, en ég hvet ykkur til þess að setja það bara í schedule hjá sér eða inn í dagatali ykkar. Það er mjög erfitt fyrir mig að fyrirgefa slíkt vegna þess að ef ég fyrirgefi einu það og fyrir 320 manns í þessum kúrs, þá skiljið ég hvernig það virkar. Þá þarf ég, ef að sem fekk að skila sig, þá mega allir skila sig líka, skiljið. Þannig að einhvers staðar þarf ég að draga mörkin og ég þarf að vera svolítið harðar á þessu. Þannig að ég hvet ykkur til þess að fylgja sér vel með. Skilaverkefni 1 var að koma. Ég ætla að reyna að fara kannski aðeins hægar yfir námsefni í dag. Þetta er ekki stór kafli og kannski nýta þá tíman til þess að, ef ekki í dag, þá bara á 5. til þess að ræða kannski skilaverkefni 1. Eitthvað aðeins betur. En það byggir á HTML og CSS sem við höfum tekið nú þegar fyrir hingað til. Þannig þið ættu að geta að byrja að vinna verkefni strax. Og ég hvet ykkur til þess líka. Hafa einhverjar spurningar? Áður við byrjum. Já, fyrsta skilaverkefni ykkar er einstaklingsverkefni. Það er sem ég myndi að spyrja hvort það var einstaklingsverkefni eða ekki. Það er einfaldlega vegna þess að ég tel það ekki vera það stórt verkefni. Og þetta er svolítið mikill grundvöllur fyrir það sem er að koma seinna. En ég ætla að sjá með verkefni 2, en ég held að 3, 4 og 5 verði 2 eða 3 manna verkefni. Þannig að hafið ekki miklar áhyggjur. Þetta er, eins og ég segi, það sem ég gerði í lab 1 og 2 saman einu verkefni. Kannski aðeins flottara. Það er eina. Þannig að þetta er eitthvað sem ætti að ráða við ef við hafið fylgst með og hort á fyrirlesturnar og lesið bókina. En við skulum skipta með þessum gír. Við erum búin að tala um HTML og CSS í dag og það er eiginlega ekkert hægt að tala um slíkt af þess að tala um webprotokolla. Ég finn ekki, ég hef verið að leita einhverju betra orði yfir protokoll. Það er skrifað á íslensku protokoll með kái. Ef einhver er eitthvað betra á það, maður endilega senda mig posta á Facebook eða eitthvað, protokoll. Hvernig myndi ég segja protokoll á íslensku? Staðall? Hvað? Þið skilja allavega hvert er að fara. En já. Já, og það er eiginlega ekki hægt að tala um webprotokolla að þess að fjalla um vafra, client og server. Munið þess að mynd sem var í byrjun, fyrst þið opnaðum bókina munið. Hún er alveg, en ekki að fara alveg þannig tilbaka. Það var þessi fína mynd hérna. Hvað er hún? Þessi hér, munið þið. Það er einhvern client hérna megin og það er einhvern þjónn hérna hinum megin. Og þetta er svolítið það sem við ætlum að fjalla um í dag. Svolítið, hvað gerist hérna á milli? Hvernig þessi samskipti fara fram? Og þetta verður svona grundvöllur fyrir okkur áður en að við færum okkur yfir á þjóni. Því hingað til höfum við talað svolítið ekki allt reyndar, við erum ekki búin að tala um JavaScript, við erum búin að tala um HTML og CSS og það er eitthvað sem gerist á clientinu. Hann sér að birta þessu fyrir, í þessu tilfelli það eru til client, vafrar eru bara eitt tilvik af client, skiljið, ekki rugla vafra á client, það er ekki saman hlutur. Ég get smíða forrit og látið forritið vera einhvers konar client og tala við einhver þjónn. En í okkar tilfelli, í okkar samhengi, þá er vafrinn okkar sem við erum með fyrir framan okkur, það er clienti. Og það er kannski bara svona fínt að hafa bara þannig í bili, þannig að það flækist ekki fyrir okkur. En við ætlum að færa okkur svolítið þetta út eða ekki. Það er bara smá break. Hér.
Já, velkomin aftur, það var stutt hlé. Já, við vorum að tala hérna client og server og ég var að segja við ykkur að við höfum svolítið verið að fjalla það sem að gerast hér og við ætlum að færa ykkur aðeins hingað núna, svo má segja, áður við förum í næstu viku og þá þurfum við að tala C#. Og framhaldi af því tölum við .NET og MVC-frameworkið og það eitthvað sem gerist á þjónunum hjá okkur. Vafrar, við notum Vafran rosa mikið í dag og Vafrin rosa vinsæll og eins og ég nefndi við ykkur eitt í þessu, þá það einhvers konar client. Vafrin getur átt samskipti við einhverja þjóna og hann gerir það í gegnum svo kallar svona, eins og við notum mest reyndar, svona URL, það ekki? Unified Resource Locator, við þekkjum það sem svona URL. Þetta er svona aðdressur, þetta er svona heimilisföng, svo maður orðið komast. Þið þekkja algengustu Vafrana ekki, það Internet Explorer, frábær Vafri. Firefox, Chrome, Safari, Opera, fleiri Vafra sem við þekki. Þetta er svona það helsta, það eru til fleiri. Þessum sem segir í textanum, þessi Vafra hérna saman, eiga 99% af markaðanum og þetta er svolítið svona, það er svona skipta skoðanir hvernig þetta fer, en þessi Vafrar í dag, nýjustu útgáfunar af þessum vöfrum að gera mjög góða hluti. Með fulla virðingu fyrir Internet Explorer, þá Internet Explorer 10 og 11 alveg fínt. Það allt í lagi. En svo við tölum að þessum CSS-munni, verður farnar að styðja alveg ágætlega það sem að gerast í dag, sérstaklega 11. Og við munum koma aðeins aftur yfir á þessa umfjöllum um svokallaðan stuðning þegar við tölum CSS 3.5 í lok áfangans. Þegar við fyrir kannski vonandi að fá tíma til að tala eitthvað meira svona advanced. Og nefnir að spyrja C# á netinu, hvað C# ekki endilega netforritunarmál, það svona pínulítið miskilningur, það bara svona forritunarmál almennt. Það vill svo til að það er mjög hentund í svo kallaða netforritun, sérstaklega með tilkomu .NET framework sem er svona svo kallaða viðbútt ofan á C# og einnig áhugavert að nefna að .NET er til fyrir önnur forritunarmál, ekki bara C#. Þannig að fólk þarf að passa svo því að fólk á til í að tengja svolítið .NET og C# svona sem ein heild og það sé bara til fyrir C# en svo ekki, en ég skal útskýra þetta betur fyrir ykkur þegar við tölum C#. Vafrar hafa svo kallað render engine, eins og sendur hér. Og þessi vél vél sem sér að rendera svo kallað HTML-skjöl og CSS-skjölin og birta kontenti okkar. Þetta er það sem þetta er svona aðal svona, þetta er svona kjarnin í þeim sko. Það er reyndar til mörg engine í vöfrum, en við ætlum svolítið bara að tala þennan engine sem sér að vinna þessi gögn fyrir okkur og það er áhugavert að nefna að til dæmis Chrome og Safari deila svipan render engine sem kallast WebKit. Reyndar er Safari núna farin að þróa sína eigin útgáfu af grunn WebKit. Firefox nota Gecko og svo framvegis. Ég hvet ykkur til þess að kannski renna yfir hennar lista og kynna ykkur þetta aðeins betur hvað það sem hvernig sem þessi Vafra virka en það sem við hafa samanlegt eru þessi rendering engine og þetta er það sem maður er að skoða svolítið þegar kemur að þessum blessaða stuðning. Við vitum að WebKit er með mjög góðan stuðning í dag. Þetta er svolítið það sem er að gerast og Safari og Chrome eru að nota WebKit, þá vitum við ok, þá er þessi Vafra bara nokkuð góðir. Við skilst af Opera ætlaði að skipta. Opera-Vafrin var að tala að skipta yfir í WebKit. Ég man ekki alveg hvernig það fór. Ég hef ekki fylgst með nýlega. En ef svo þá það bara frábært. Það væri gaman að sjá bara alla Vafran okkar nota sama rendering engine. Þá var þetta ekki kannski eins mikið vandamál í dag. Það er bara önnur umræða. Þjónar, eða serverar, server, það sem kallaði, það eru bara vélar, einfallega. Það eru bara vélar sem keyra hugbúnað. Þetta er bara eins og stýrikerfi. Þetta er ekki frábúið því. Þetta er kannski aðeins, við getum alveg sett upp svo kallan server heima hjá okkur í staðins að vera með einhver svona client Windows útgáfa. Það myndi alveg virka en þessi þjónar eru aðeins öðruvísi. Þeir hafa svona, kannski, eru meira kannski gerðir til þess að þjóna einhverjum ákveðnum aðliðum, fattiði mig. En vélarnar sem við erum með hjá okkur, þessi Macar og Linux-vélar og Windows, það er meira svona, þá er stýrikerfi meira svona þjóna bara okkur sem notenda, skiljið. Og þið hafið heyrt þessa þókallaða þjóna, Apache, hafið heyrt Apache þjóna. Hverjir þekkja Apache hérna? Ok, og hverjir þekka Microsoft Internet Information Service, það er svona Microsoft útgáfan af þessum þjóni. Það er kannski verið svona helstaðinu umræðan þegar kemur að .NET er að
að þarna hingað til hefur við alltaf þurft að vera með Microsoft þjón til þess að geta keyrt .NET forrit, sem sagt. Það hefur alltaf verið lítið á sem mjög mikill ókostur, sérstaklega vegna þess að license og annað er miklu dýrara í Windows eins og ég þekki. Þið vitið það náttúrulega Linux er náttúrulega open source hugbúnaður, þannig að það kostar ekkert að vera með Linux-vél, skiljið. Þannig að þetta hefur verið svolítið, þarna hefur verið svolítið svona, menna, .NET er ekki nógu gott og Microsoft er ekki nógu gott, en það er að breytast, það sem .NET er að koma með svo kallað vNext, svona viðbót á þjón sem gera það verkum að svona .NET forrit eiga bara mjög fljótlega að geta það í dag reyndar, þetta komið svona beta útgáfa þessu, eiga að geta kert á Linux-vélum og annað. Þannig að þetta er smá útidúr, en fyrir eitthvað sem á áhuga, við munum tala um þetta aftur seinna, þannig að engar áhyggjur svona það síðast ekki beint inn núna. Samskipti milli clients og server fara í gegnum svona svokallað request. Við sendum eitthvað request yfir einhver þjón, hann sér að gefa okkur eitthvað response. Þetta er rosa einfalt. Það er til nokkrir svona protokólar og það sem þið þekki helst er náttúrulega þetta klassíska ekki, HTTP. Þetta er bara svona þessi almenn samskipti, svona netsamskipti, fara í gegnum HTTP. Það er til önnur útgáfa af þessu sem heitir HTTPS og þið hafið séð það ekki yfirleitt. Það kemur svona lás hérna upp í það ekki. Ég meina MySchool hérna. Og skiptir MySchool sjálfkrafa yfir að HTTPS protokól fyrir okkur. Það er einhver stilling á þjóninum. Það segir bara, heyrðu, við ætlum að hafa hérna secure samskipti. Það eru samskiptin, bæði request og response eru svona encrypted. Þetta er bara að hugsa þetta svona beðni. Ég sendi beðni hérna yfir. Það er eitthvað request sem client og svo kemur eitthvað response. Og svo eru til önnur, ykkar sem hafa sett upp tölupóst í símanum ykkar og annað, því hafið væntanlega heyrt um þetta SMTP eða ekki, og POP-stillingar, eða ekki. Þetta eru protokólar, þetta eru samskiptaprotokólar sem sagt. Þetta er Simple Mail Transfer Protocol og Post Office protokóli. Þið munum skoða þetta nánar í tölvusamskiptum, áfangi sem ég taki seinna. Það er ekki að fara neitt djúpt í þetta. Og þetta klassik, svona File Transfer Protocol. Þetta er mjög mikið notað til þess að senda skjöl á milli véla. En við ætlum aðalega að einbeita okkur að HTTP, en í 7. viku eða 8. þegar við erum að tala um öryggismál, þá munum við kannski snerta pínu hérna HTTPS. Hvernig við getum gert, hvernig við getum verið með svona auðkynningu, svona authorization og authentication á VF-appunum okkar. Einhverja spurningar svo far? Nei, eins og ég var að segja, það er góð spurning, góð ábending, nefnir að segja að HTTP sé ekki dörrugt, það er ekki dörrugt. Það er ekkert mál að fylgjast með þau samskipti sem fara fram. Ég get bara hérna, það er ekkert mál að setja wireshack hérna og vera að hlusta á neti hérna hjá okkur og hingað til hafið þið séð ekki, hafið séð mig nota þetta svolítið mikið ekki. Ég ít alltaf á F12 hérna á lyklaborðinu mínu, eða ég hægri smellingu staðar hérna, förum bara hérna á MySchool. Eða MBL, það ekki, svona. MBL, mjög svona algengur vefur. Ég get annarkvort hægri smellingu staðar og fengi þetta developer tólgluggi. Það er eitthvað sem heitir Firebug fyrir Firefox. Þetta er innbyggt held ég í Safari vefrum líka, ef maður rétt. Er einhver með Mac hérna? Er ekki þetta hægri smella á Mac og fengi svona inspect og svona hjálp eða ekki? Eða einhver staðar í tools uppi minni mig, ég var að skoða þetta nýlega. Já, jú reyndar, góð punktur, er ekki allir með Chrome segir nefnandi. Og væntanlega flestir með Chrome á Macana ykkar. Chrome og Safari eru svona mjög góði vafrar. Hér er hægt að skoða samskiptin. Það er network flippi hérna. Ég ætla ekki að sýna hvernig þetta er gert í öllum mögulegum útgáfum eða í Wireshack eða Fiddler eða eitthvað. Það er bara eitthvað verkefni að finna það út, en þetta er eitt tól sem er innbyggt og ég mæli bara með því. En hérna get ég séð sko þegar ég framkvæmur request, ég ít á F5, þá refreshast hérna. Og það er alls konar sem er að gerast hér eða ekki. Ef ég fer hérna efst hérna, kannski endilega besti vefurinn til að skoða það svo mikið. Og sjáu þið hérna var gerð get fyrirspurn, sjáu þið. Og ég smetla þessari get fyrirspurn og get ég séð nánar hvað var það sem gerðist. Ég get séð hérna er eitthvað request sem átti sér stað. Ég framkvæmur request, ég slægi inn í vafra minn
www.bjett.is. Ég sló enga protokól, ég sagði ekki HTTPS eða HTTPS. Afsakið. Þannig að defaultið bara sem sagt HTTP í þessu tilfelli. Það reyndar stilling á þjónunum líka. Og hérna eitthvað request og hérna eitthvað response. Og ég get séð hvað að gerast. Ég get fylgst með. Og það hægt að sniffa gögn. Það hægt að fylgjast með trafíkinni og ef ég að fylla eitthvað form og ég að senda eitthvað gögn yfir á þjónin, ég að sækja vinnu eða eitthvað eða ég að borga eitthvað á netinu, þá mögulegt að sjá hvaða gögn fara á milli og ég get séð kreditkortanúmer og kennitölur og alls konar. Þess vegna þarna kemur við sögu HTTPS protokollin, þá gögnin encrypted. Þannig að það aðeins erfiðara fyrir svona menn sem hafa gaman að þessu að komast í viðkomar upplýsingar. Já, í þessu öllu saman hefur við alltaf verið að tala um svona adressur eða ekki, það svona heimilisföng eins og ég sagði í byrjun. Og það þetta svo kallað URL, sem sagt, Unified Resource Locator. Það til eitthvað sem heitir Unified Resource Indicator og fleira og þetta allt svona, URL líka URI og svo framvegis, þetta líka eitthvað sem heitir Unified Resource Name, en við erum aðalega að vinna með URL. Og þið hafið séð URL hingað til eða ekki? Hvar hafið séð URL í HTML-skjöl? Hvar hafið þurft að slá inn eitthvað URL? Þetta segja bara URL, bara sem stytting, það svona þægilega. Þau hafa verið með hlekkjað ekki, ankorar, það attribute sem heitir href og þar sláið inn eitthvað URL, einhver vísun og image, myndir, vísun í myndir. Og reyndar hafa þau líka verið með gert að þau eru að vísa í CSS-skjælunleikar eða ekki. Þá hafa verið að vísa í CSS-skjælunleikar einhvers staðar annars staðar. Það vill svo til að þetta hefur verið staðsett á einum stað þannig að þau eru að vísa í svo kallað relative path. En við ætlum að fjalla aðeins þá eftir. Við ætlum að skoða aðeins svona hvernig urlin eru byggð, af því að url eru mjög misjöfn. Þau hafið séð stundum mjög löng url og mjög stutt url, ekki satt. Og hérna mjög skemmtilegt dæmi í bókinni. Þetta svolítið illt dæmi, þetta ekki alltaf þannig. Við sem vefforritarar eigum við að sjá til þess að urlin séu yfirleitt bara eins lýsandi og mögulegt og eins stutt og mögulegt Það mjög óþægilegt fyrir mig sem notanda að segja við einhverju, ég ætla að senda mig urlið, hvað þetta að skoða? Ég fæ bara einhverja 3 línur af texta sem á að vera 1. Það mjög algengt og það bæði mjög slæmt fyrir leitavélar og mjög slæmt fyrir viðkomandi bara fyrir hinnan almenna notanda átt að sjá því hvar hann staðsettur. Af því ég enn ekki að fara að lesa einhverju svona bunu. Þannig hafið það alltaf í huga. En ef við skoðum þetta hérna url, skal ágæta taka þetta hingað og fyrir náttúrulega hægt að róla færa ykkur í vára núna. Get ég ekki stækkað farið uppi? Nei. Skulum bara gera svona og stækka það aðeins. Það betra. Þetta gert ráð fyrir að þetta sé einni línu. Hérna ýmislegt í gangi. Og þau eru búin að kynna þessu hér, ekki? HTTPS, en HTTP, fyrir ekki. Svona. Þetta höfum við séð hingað til. Þetta segir til hvers konar prótokól við ætlum að nota. En aftur, við ætlum að vera með hennan almennana Hypertext Transfer Protocol. Eftir það kemur svona tvípunktur. Það eina sem þetta þýðir að þetta aðgreinir sem sagt prótokólin frá sem sagt einhverja adressu. Eitthvað url í okkar tilfelli, í þessu tilfelli. Svo koma svona 2 skástrík. Þetta svolítið skemmtilegt. Hann Tim, þegar hann var spurður út í þetta seinna mér, þegar það var hann sem fann þetta upp. Hann var spurður út í hvað þetta eiginlega þýddi. Og þetta þýðir einfaldlega ekki neitt. Það hefur enga merkingu, það hefur enga þýðingu. Það þarf stundum að vera, stundum ekki. En þetta hefur enga þýðingu. Hann hefði alveg sem átt sleppa þessu. Þannig að hann hefur gert urlin okkar styttri. En þetta í staðlinum og þetta notað. Hérna sjáum við eitthvað sem ekki mjög algengt. Það að vera með þetta hérna. Stundum hægt að vera með þannig þjónar sem auðkenna notendur og það hægt að láta fylgja hérna. Það líka hægt að gera þetta svona, ef maður rétti að password. Það hægt að láta fylgja notendana
bara notendanafn eða notendanafn og lykilorð í urlinu með þessum hérna syntax. Notendanafnið sjálft og svo lykilorðið áður en urli kemur. Takið eftir. Þetta er yfirleitt í þessari röð sem ég er að tala um þetta núna. Þetta virkar ekki að vera með hérna MBL eða eitthvað eða bn.is og svo hérna kemur protokollið, skil ég. Ég gerir ráð fyrir að þið áttu ykkur alveg því að það sem við erum að tala núna þarf að vera í þessari röð. Já, þannig að þetta er mjög lítið notað, mjög sjaldan notað. Við viljum helst ekki vera að slá inn eitthvað notendanafn í einhverju urli. Yfirleitt við erum bara biðin notendanafn. En þetta er mögulegt. Næst er hérna fáið eitthvað url. Í þessu tilfelli fáið hérna example.com. Það er áhugavert að nefna að example.com er svona frátekið domain. Þannig að það er ekki hægt að nota þetta heiti. Við getum alveg nota þetta alveg óspart í svona sýnidæmi. Ég veit ekki hvað þetta sé lögbundið en það er bannað að selja þetta hérna. Þetta er allavega ekki í boði. Kaupa example.com. Þetta segir til en þetta er nafnið á þjónunum. Þetta er nafnið á þjónunum okkar og þetta er ekki beint nafnið. Þetta er bara eitthvað svona svo kallað DNS, skiljið. Þið þekkja alveg þetta hérna ekki. Þetta er einhver IP-tala. Þetta er yfirleitt IP-talan á vélinni ykkar ekki, á lokalhostinu. Og það eru IP-tölur sem auðkenna heimilisföng á netinu. Þetta er ekkert annað en vísun í þessa hérna IP-tölu, sem er fyrir neðan. Ég er ekki að segja að example.com vísi á þessa hérna IP-tölu, by the way. Þetta er bara dæmi. En þjónanir eru yfirleitt staðsettar ákveðnum stað á internetinu og þessi staðsetning er yfirleitt auðkennd með einhverja IP-tölu og svo geta menn farið og hérna keypt svona domain og látið þessi domain vísa á ákveðnar IP-adressur með svona DNS-færslu. En við ætlum ekki að fara neitt djúpt í það núna, en bara svo svona að þið hafi bara skiljið hennar mun. Það er líka bara ágætt að hérna, ef við gerum hérna, ef farið í command-gluggan og þið pingið einhver adressu, ef við pingum hérna mbl.is, þá getum við séð á hvað IP-tölu mbl er á. Það er á 9243192110. Ok, hafa einhverja spurningar svo far? Endilega spyrjið, sköpum svona umræðu. Við endilega stoppa á svona, þetta er nettur kafli, þannig að það er tími til þess að melta svolítið. Ef ykkur að jafna eitthvað svona CSS-inu á HTML-inu. Það er fullt eftir. Já, svo kemur eitthvað svona tvíbútur eftir þetta url og svo kemur eitthvað tala. Þessi tala er portnúmer. Við getum stilt á hvaða port við viljum að samskipti fari fram. Defaultið er 80. Það er HTTP, það er bara svona þessi almenni port, en það er hægt að vera með alls konar portnúmer, 443, það er fyrir svona SSL samskipti, svona encrypted samskipti og svo framvegis. Enn og aftur, þetta er svona beyond the scope af þessum áfanga, við munum ekki fjalla neitt nánar einhver port og IP-tölur hérna. Þetta er svona allt og sumt. Ok, og svo koma svona, þetta er það sem þið kannast svolítið við, eða ekki? Svona eitthvað á þessu allavega, kemur eitthvað svona staðsetning hérna. Og þessi staðsetning hérna segir sko, þetta getur verið í henni svona einföldustu mynd, þá gæti þetta endurspegla einhvern strúktúr á þessum þjóni. Það getur verið að þessi vefur stafsettur er mappa sem heitir folder og inn í þessari möppu er skrá sem heitir hérna file.html. Það ekki? Það getur alveg verið. Það er ekki alltaf þannig. Við getum alveg stillt. Við getum sagt hérna sko, hann slær folder fyrir file.html, þá vil ég hann fari á einhvern allt annan stað. Ég get alveg gert það líka. Og það er mjög mikið notað. Við munum skoða það svolítið í .net. Þá getum við beautifya urlin okkar. Við getum gert urlin okkar svona friendly. Þótt að gögnin séu mikil og allt sé raða ákveðin mánt af þjónunum, þá getum við haft vísanirnar einhvern veginn öðruvísi. Þannig að það sé hentugara fyrir okkur. En þetta er einhver svona staðsetning, svo maður segja, og svo kemur einhver skrá. Hérna verður að segja, farðu hérna inn í _folder, _file.html. Þetta þarf ekki einu sinni að vera skrá.
Ég get sagt bara, ef hann slæðir inn hérna file.html, láta hann fá hérna eitthvað file29.html eða eitthvað, skilji, eitthvað allt annað. En þetta getur líka verið bara einfallega einhver skrá sem á þessum stað. Svo kemur eitthvað sem kannski, eitthvað sem hafi ekki verið að vefa áður, þekki ekki alveg hvað það en svo kemur svona spurningamerki. Og við getum látið hérna, þegar við gerum einhver svona fyrirspurn, í þessu tilfelli erum við að gera svo kallega get fyrirspurn, við ætlum að tala svona fyrirspurnategundir á eftir. Við getum látið svona gildi fljúga með og það kallast svona, þetta er bara gögn, þetta er bara gildi. Þetta er heiti og gildi, svona key value property svolítið. Hugsum þetta bara svona og það kallast query-strengur. Við getum verið með eins marga breytur og við viljum í query-streng. Það er reyndar svolítið undir þjónunum komið, sem server innan gæsalappa komið að segja til hversu mikið query-streng viljum við láta fylgja. En það er yfirleitt ekki svona takmörk, við erum yfirleitt ekki að senda einhverja 100 breytur í query-streng skiljiði. En þetta er svona key value, þetta mætti vera hérna name, skiljiði, hérna mætti standa Patrikur. Þannig ég er að senda einhverja fyrirspurn, ég er að biðja hérna að fara á example.com á þessum porti, á þessum stað, ég ætla að fá þessa skrá og ég ætla að senda honum hérna þessum þjóni að name sé sama sem Patrikur. Enn og aftur, þetta mun skýrast aðeins betur þegar við förum að skoða slíka fyrirspurnir, þegar við förum að smíða applikasjón, þá sjáum við þetta gerast. Bókstaflega. Og við getum sett fleiri, við getum verið með svona og-merki. Við getum sagt hérna, við ætlum að láta fylgja eitthvað fleira, eitthvað meira í þessum query-streng. Þannig að hérna er bara another key og another value. Þetta er bara svona nafn og gildi, skiljið. Og að lokum er hérna eitthvað sem heitir fragment ID. Og kannist ekki við hassmerki? Í hvað notum við hassmerki? Já, við vorum að skilgreina ID í CSS, ekki satt? Við getum gefið öll HTML-tögin okkar ID eða ekki. Og ég talaði við okkur að við getum verið með hlekki, svona ankorar á HTML-síðu sem vísaði í eitthvað sem einhvers staðar neðar í skjalinu eða ekki. Og þetta er nákvæmlega í það sem þetta er notað. Ef ég set eitthvað ID hér, þá munum við fara á þann stað þar sem þetta ID er staðsett. Til dæmis. Eins og við tölum í kafla 1. En já, ef við viljum svona beina notendanum eitthvað. Vera ennþá svona farðu inn á þessa síðu og inn á þetta svæði, skiljið. Þá getum við gert það svona. En mér finnst þetta ekki vera mikið notað í dag. Í dag erum við svolítið að leyfa notendur að vera svolítið frjáls, stýra sig sjálf og svona aðeins meira frelsi. Hafa ykkur spurningar svo far? Er þetta alveg super clear? Það er spurning á netprófunu, held ég núna, varandi þetta hér. Þannig að já. Já. Hvað má vera skástrik, ég heyri svo lítið? Það er bara, veistu það, já, það er góð spurning. Hérna er nefnd að spyrja, má ég hérna slá inn hérna, gerum svona, spákut ég mig að gera eitthvað svona eins og þetta. Svona. Svo meira. Ef ég væri að gera tvípunkt hérna, þá var ég að segja við MBL, það er eitthvað portnúmer sem er að koma. Ég ætla að gera þetta hérna í gegnum þessu hérna porti. Eða gegnum port 80. Og það fyrir algjörlega eftir hvað þessi þjónn sem er að hýsa þennan VF leiðir mér að gera. Það getur vel verið að hann hunsi bara þessu og segir bara nei, mér er alveg sama hvað portnúmer þú sendir, ég mun alltaf þjóna þér og þínar fyrirspurnir í gegnum port 80. En þetta er mjög góð spurning samt, en þetta er kannski ekki. Það getur alveg mikið sens, já. Ég vil eiga samskipti við eitthvað url í gegnum eitthvað ákveðið port, jú, eins og ég var að tala hér. Þú mátt alveg vera með portnúmer. En þetta mun tákna nákvæmlega portnúmer. Ef ég segi tvípunktur eitthvað allt annað eftir á, þá ætti að gera eitthvað rangt, skilurðu. En ég sjá hérna, ef ég slæ inn mbl.is, þá helst ég ekki mbl, sjá, ég fer hérna á mbl-fréttir. Hérna er bara stilling af þjónunum sem segir bara, ef hann slærir mbl.is, þá vil ég að fara bara á _fréttir, það er aðalefnið okkar. Og hann er líka með stilling hérna, ef ég gleymi að setja hérna tvöfalt aftur fyrir framann, þá sendi ég hún yfir á tvöfalt aftur mbl.is _fréttir.
áður fyrir þá þurfti maður að gera áður en Já, mjög góð spurning. Einu sinni, ekki fyrir löngu, þá þurfti maður alltaf að gera þetta, nema þetta benda á. En í dag er engin þörf á því. Já, þetta er vegna þess að fyrirtækin og einstaklingar sem eru með vefi eru meira clever og vita að notendur geta gert mistök. Þannig að þessum þjónarnir eru farnir að gera í dag er að skrá bæði MBL án, tvöfaldar fyrir framan, og með. Þannig að þjónarnir eru að hlusta á bæði. En einu sinni voru þeir bara, notendur verðar að slá en svona, annars virkar þetta ekki. En MBL er búin að skrá í bindings, allavega í .net tilfellinu í Issanu hjá sér að ef ég slægi mbl.is á þess að vera með tvöfaldar fyrir framann, þá ætla ég samt að senda hann á réttasta. En einhver önnur svona kostgildi sem þú getur senda? Hérna? Já, ég gæti verið hérna. Nei, ekki fyrir, jú. Þess, hann gæti alveg verið með hérna, ég gæti verið að hlusta á þetta hérna. Eða hér. Það er hægt að gera ýmislegt, sko. MBL á svo kallaða MBL-dóminni, þannig að þið getur verið með hérna mínar, eitthvað, eða Patrikur, þið getur verið með patrikur.mbl.is. Þetta er bara eitthvað svona forskeyti á dómininu, þannig þeir eiga MBL-dóminni. Þannig að þið eru með, þú veist, eitthvað, ef ég var að vinna í MBL, þá var ég vantarlega með patrikur.mbl.is, ekki? En ég segi, þetta er svona smá útidúr fyrir einhver sem er ekki, kannski, mikið að fylgjast með þessu, en það er hægt að gera ýmislegt. Svarar þetta spurningunni einni? Já. Ok. En mjög góð ábending með þetta, að þurfi ekki að slá inn tvöfaldar fyrir framann. Það er bara vegna þess að það er búið að stilla þessu þannig að notandi megi klúra því, sko. Við erum að fara að smíða alveg heil.net forrit. Alveg ákveð frá grunni. Við erum alveg að fara að smíða forrit sem leyfi notendum nemendur að spyrja hvort við séum að fara að smíða slíkt. Afsakið ég þessi stoppi svona en fekk svo góð ábending og ég er svo lélegur í að endurvarpa spurningar yfir í sal. Auðvitað heyri ekki allir það sem þið eru að segja, þannig ég þarf að vera duglegur við að endurtaka mig hérna. Já, við munum smíða slík forrit. Við erum ekki að fara að smíða heila vefverslun, en við munum smíða svona nót til þess að þið getur svona fara lengur í sumar og gera það svona ykkar eigið. Já, við vorum komin hingað, við vorum búin að tala hérna, bókin að fjalla þetta ítarlegra hérna, því með endilega að skoða þetta. Það kom smá umræða hjá okkur við vorum að tala HTML og við vorum að vísa í skjöl ekki satt og annað. Menn voru átt að segja því, býtu, af hverju skástrik, af hverju ekki skástrik, af hverju tvöfald af fyrir framann og annað. Það er gott átt að segja því að þetta er eiginlega skipt í tvennt. Það er til svo kallað svona relativ og absolút. Og relativ, eins og orðið gefur til kynna, miðar svolítið við eitthvað ákveðna staðsetningu. Þetta er relativt eins og með position relative í CSS muniði. Ef ég gerir position absolút á einhver hlut, þá var ég að miða við pappa mínum og eitthvað. Hérna er verið að miða við eitthvað ákveðna staðsetningu. Og hér til dæmis, ef ég segi skástrik fyrir framann, ef við förum hérna inn í HTML-skjalið okkar, það er ekki með einhverja mynd einhvers staðar, ekki? Hér, já. Ef ég hef ekkert skástrik fyrir framann, þá er þetta relatív url miðað við hvar þessi hérna fæll er staðsettur. Skráin sem inniheldur þetta HTML-tag. Og eins og þið munið þá var þetta bara á sama stað, ekki satt. Examples hérna var HTML-skjalið okkar og hérna er myndin okkar. Ef ég væri að vinna einhverjum þjóni og ég myndi gera skástrik fyrir framann, þá værum við að miða við relative path miða við staðsetningun á þjónunum. Þannig að ef við gerum skástrik hérna, við förum, hvað ég var að segja, hérna, skoðum logoið hérna, já, og það er ekki nógu gott dæmi. Sjá, MBL. Ekki logo. Sjáu þið, hérna er verið að miða við skástrik, EMG, skástrik, hauslogo.mbl.svg. Þetta er bara mynd. Og hún er staðsett á þessu stað. Hún er relatív. Ef ég hér hægri smetla á þessa mynd, hérna, ef ég gerir, open a new tab, sjá hvað gerist. Hvað er myndin? Þetta er auðvitað, þetta er hvítur texti. Hún er þarna.
Hún er þetta bakvið. Þá miðast, sjáðu hvað gerðist, því ég ítti á opna. Þá veit vafrinn að þetta er relative path, af því það var skástrík fyrir framann og hann miðað við relative miðað við staðsetningun á þjónunum, í þessu tilfelli mbl.is. Það er bara rótina og byrjar að leita á rótinni, ef ég segi skástrík fyrir framann. Og það er sem gerist hér. Þið hafið líka séð hérna er önnur dæmi. Hérna get ég verið með, ok, hérna er skástrík miðað við á þjónunum og svo eitthvað annað. Og skástrík, einhver folder og einhverja skrá og svo framvegis. Við getum líka verið með, hafið við ekki séð þetta hérna? Ekki. Ef ég er með engan punkt fyrir framann, þá segi ég, herri, ég ætla að miða við hvar ég er staðsettur núna. Þá miða við hvar þetta HTML-skjal er staðsett. Ég ætla að fara upp um 1 level og upp um annan level og svo niður í eitthvað sem heitir folder og niður eitthvað sem heitir myndir, skástrík, background.png. Þannig að það er hægt að ferðast svolítið svona með hvað maður er staðsettur. Enn og aftur, við munum skoða þetta betur þegar við förum að birta actual myndir í svona web-applikasjón. Það sem við ætlum að vera með möppur einhver staðar á þjónunum okkar. Við ætlum að búa þetta svona app og við ætlum að segja hérna vera myndirnar okkar allar og hvernig getum við vísa í þær myndir. Þannig að við munum snerta þessa umræðu aðeins aftur. Spurningar? Já. Á ég 1 mínútur eftir? Svo gaman. Við getum líka verið með takið eftir, kannski ágætt að bara endum bara hér. Því núna fyrir við að tala 3.6, það er bara glæsilegt. Hérna er gott dæmi, sjáðu. Hérna er sagt, þessi hlekkur hérna á að vísa hingað. Vitið hvað gerist í við smetla hana hlekk? Bara pista hann hingað og sína ykkur þetta bara. Alltaf það gerist. Og hann reynir að fara á eitthvað sem heitir, hvar var ég, fyrirgefið? Hann reynir að fara eitthvað sem er, það er ekkert fyrir framann, sjáðu. Hann reynir að fara hérna eitthvað sem er relatíft, bara leiða ekkert fyrir framann. Þannig að hann vil reyna að leita eitthvað sem heitir, HTML, sjáðu hérna, week2.html og svo tvöfaldaf, það ekki? Og sjá þetta gerast. Núna krossa ég fingur alveg. Þannig að, hvað er þessi lekkur? Er breytt lekkur eða? Hérna? Sjáu þið. Skjalið var staðsett í example eða ekki hérna. Svo reynir hann að fara í eitthvað sem heitir example.com. Það er vitlaust eða ekki. Þá vil ég vera með absolute path. Ég ætla að vera með absolute path. Ég ætla að vera með fully blown path. Þá ger ég þetta svona og segi bara, þetta er protokollin, 2 punktur. Þá kemur eitthvað url. Þetta skástrík sem gerir ekki neitt eins og ég sagði, en það þarf að vera þarna. Og example.com. Það er adressan eða einhver IP-tala. Ég geti verið með IP-tala hérna í staðinn. Ég geti verið með hérna að geta að sína ykkur. Edit, mark, svona og hægrismellir. Þá er ég búinn að copy-pasta þetta. Ég geti gert svona. Það fer ég bjall. En ég smetla hinn hérna við hliðina á. Hann er absolutt, þannig hann ætti að virka það ekki. Og erum við hér og förum tilbaka. Svona. Smetla þennan. Þá fer ég á example.com. Ég segi nú bara takk fyrir mig og við sjáumst á fimmtudaginn, hress og gátt. Vonandi verður svona góð mæting eins og núna, það er gaman.